lífeyrissjóðirnir líka, ég tók saman að lífeyrissjóðirnir hafa eignafært í verðbætur og fasteignalánum almennings frá ársbyrjun 2008 til, hvað þetta var 1. júlí 2010 sem að tala ná til. Ríflega 126 milljarða bara í verðbætur á fasteignalánum almennings. Og þetta svakalega tölur. Og þetta kannski, við sjáum það að lífeyrissjóðirnir að nota eignaupptöku formi verðtryggingarinnar til þess að taka eignir af einum hópi sjóðsfélaga til þess að hygla öðrum hópi eða til þess að breiða yfir slæma stöðu sína og svo framvegis. Það er rauninni hlýtur að gefa mjög skakka mynd á þessu kerfi og hvernig það ætlar að rétta sig af þegar koma áföll. En þeir lífeyrisþegar sem að mínum að standa best í dag voru skuldlausar á lífeyri og höfðu þak yfir höfuðið sem árangur ævistarfsins í staðinn fyrir innihaldslaus loforð lífeyrissjóða. Þetta er svona alltaf svona niðurstöð sem ég kom. Ég sé ekki hvernig lífeyrissjóðakerfið ætlar að sko vera það stórt og öflugt að það geti séð okkur fyrir bæði lífeyri og þak yfir höfuðið þegar við förum eftir vegna þess að eins og kerfið er í dag þá er ekki nokkur einasti möguleiki fyrir venjulegt fólk að eignast nokkuð skapaðan hlut á lífsleiðinni ef að þessu kerfi verður ekki breyting. Annað varðandi verðtryggingu og lífeyrissjóði, þá hef ég tekið saman rauninni ef við tökum bara húsnæðislánin frá lífeyrissjóðakerfinu og verðbæturnar sem sjóðirnir hafa eignafært út af fasteignum. Þá eru rauninni verðtryggðar eignir lífeyrissjóðanna, þær hafa ávaxtað sig og koma til með að ávaxta sig líklega hvað best fyrir utan hlutabréfin frá hrunni. Það sem að inn í sjóðakerfið eru uppfyllt af eignum sem eru einskis virði í dag. Og ég verð að benda á skuldabréf í fyrirtækjum eins og Skiptum, Símann. Þetta eru bréf upp á 20 milljarða sem liggja inn í lífeyrissjóðakerfinu. Þau eru á 6% vöxtum, þau eru verðtryggð. Þetta er einskis virði. Samt er ekki baskur að króna á þessum bréfum. Þetta eru kúlulán, þetta er ein útgáfa. Og var klæðskerasaumuð fyrir lífeyrissjóðakerfið vegna þess að þeir eru með það háa ávöxtunarkröfum að þeir þurftu að þau ætla að kaupa og fjármagna Skipta á þessum tíma fyrir bakkabræður. Þá þurftu þetta að vera með hárri ávöxtunarkröfum til þess að sjóðirnir geti keypt. En áhættan var jú meiri vegna þess að þessi bréf eru á nokkra veða eða hvaða og eru rauninni aftast í röðinni. Gjalddaginn 2014, bréfið komið yfir 20 milljarða í dag og félagið Skipti, það er ekki ósvipað eins og N1. Það er skuldsett langt umfram nokkurt virði og það er bara tímaspursmál til að það þarf að leiðrétta þetta dæmi eins og með N1. Lífeyrissjóðirnir voru stórir lánveitendur í N1. Ávöxtunarkrafan er vissulega há en áhættan verður alltaf meiri. En það eru mörg svona dæmi, þú veist, ég gæti talið upp 10-15 svona dæmi eins og ég er að tala núna, en þau eru vissulega mörg inn í kerfinu og það er kostulegt til þess að vita þegar líklegast það eina sem hefði getað bjargað sjóðanum einhverju viti voru erlendar eignir sjóðana við bankahrunið. En þeir komið þannig fyrir að þeir gerðu gjaldmiðlasamninga á móti öllum erlendum eignum. Svo Lífeyrissjóður Verslunarmanna þeir áttu 93 milljarða í erlendum eignum og gerði sem gjaldmiðlasamninga fyrir 93 milljörðum það að krónan myndi styrkjast. Og skýringin var svo að skuldbindingar okkar eru í íslenskum krónum og við erum að verjast sveiflum á gjaldmiðlum og kalla þetta gjaldeyrisvarnir. En það má þá bæta við aftur að skuldbindingar sjóðanna þeir þurfa ekki að byrja að selja eignir til þess að eiga fyrir lífeyrunum okkar, þeir þurfa ekki að selja eignir til þess að geta greitt lífeyri fyrir eftir 17-20 ár. Vegna þess að iðgreiðslurnar eru svo miklu hærri eftir kostnaðar sem í söfnunarkerfinu að þeir geta coverað þetta niðurst leikið eins og það vilja og sömuleiðis haldið verðlausum eignum inn í sjóðakerfinu vegna þess að þeir þurfa ekki að selja þær. Ekki dósupp eins og eiga 100 skall í þessum vasa og 10 skall geymsla á þessum hérna og veist það er ekkert inni fyrir henni en þú hefur hann bara í bókhaldinu, áttu meira. En ef þú þarft að leysa hann út þá eru sjálfsagt fáir sem vilja taka við.